mér. Já, góða kvöldið. Gjörðu svo að fá okkur sæti. Og ekkert verið að tala neitt út í sal. Í kvöld er hjá okkur Benedikt Guðnason, T3 TNT. Það er púður í þessu kallmerki, svo mikið víst. Benedikt var hér í vor sem leið og ræddi endurvarpa á Íslandi og mikla endurvarpa væðingu og hann hafði miklar hugmyndir. Nú er liðið hálft ár og gott betur og Benedikt hefur ekki alveg setið aðgerðalaus þessum tíma. Það er til að þessi þarna sem stendur, þú heitir hvað, Georg kannski? Þetta er Georg. Hann hefur eitthvað verið með Benedikt í þessum ævintýrum sínum. Og fleiri. Og fleiri. Já, margir fleiri. Og margir fleiri. En í kvöld ætlar Benedikt að segja frá því hvað hefur gerst síðan síðast og þetta verður afar forvitnilegt og í kringum alla þessa fjarskipta möguleika amatörana og hugsanlega þáttöku amatöra í almannavörnum. Ef það skyldi koma upp þá skiptir þetta mjög miklu máli. Svo takk ég vel eftir og ef einhverja spurningar eru og vakna ekki spara þær endilega. Benedikt, gjörðu svo vel. Það þakkaði fyrir. Sælverði, Benedikt heiti ég. Eitt af fjölmörgum fyrirtækjum og rekstri sem ég stendi í heitir Radio.is. Þar sjáum við FM-senda og fjarskiptakerfi og eitt og annað svona tilfallandi fyrir ansi mörg fyrirtæki, bæði hérlendis og erlendis. Og ég kem kannski að því svona í auka hlutunum og eftir, svona, ég skil ykkur sýnidæmi svona þær áherslur sem við höfum í því sem við gerum. En fyrirlestur dagsins í dag er sem sagt VFF endurvarpakerfið sem að Óli heitinn byrjaði nú á og þá geta minnast hans. Ég tók svolítið við og sá svona í því að það þyrfti að halda áfram með þetta. Það þyrfti það var rosalega flott byrjun hjá honum og það þyrfti að koma þessu lengra áfram. Inn á lager hjá okkur vorum til að sletta þessum uppháf endurvörpum. Þannig að það var kjörið að losna við þetta af lagernum og koma þessu í einhverja notkun. Og því að þessi tæki lágu bara þarna svona eftir í henni ýmsu verkefni sem við vorum í. Þið þekkið mig svo sem flest öll, en svo komum við nú að efninum. Það sem komið er af kerfinu ég kannski reyna að setja hérna upp einhverja myndir, ég geri það rétt á eftir. Ég vil þakka góða viðtökur, kannski byrja á því. Sérstaklega frá landsbyggðinu og svo sem líka hérna í Reykjavík, að það hafi verið rosalega góða viðtökur á því að tengja saman þessa endurvarpa. Og það má nú eiginlega segja að kjafturinn hafa nú eiginlega ekki stoppað á blessuðum stöðunum hérna, það ekki það nú flestir. Og það gleður mjög rosalega að kerfið sé notað og menn hafi gaman að þessu, það er nú til þess hobbyið. Og þeir á Akureyri eru farnir að verða eitthvað pínu öfundsjúkir. Það kemur að því þessu eftir. Hvað er endurvarpað þar? Hann er endurvarpað þar, við erum að vinna í að koma tengingunni nú. Eitt annað svona gaman sem ég ætlaði að skutla hérna inn, Jesús, skjárið minn 4K, þetta er ekki alveg 4K. Ég var að reyna þetta. Ok. Eitt lítið gaman hérna. Hérna sjáu þið Þrándarhlíðarfjall. Og bara núna daginn þá var ég að vinna hér í Ólafsvík. Og ég stoppaði á litlum stað sem heitir, hvað heitir þetta aftur? Guðjón, manstu þetta? Drápavík? Nei, Hellnar Ég stoppaði þetta hleðst keyrði niður afleggjarann, stoppaði á bílastæði sem er rétt án við komum þarna niður til. Að ég var búinn að sjá á veginum að ég næði Þrándarhlíðarfjalli alla þessa vegalengd. Þannig að ég varð að prófa þetta. Ég stoppaði þarna á leiðinni minni og þetta litla hopp er 208 kilometrar. Og það skatterast yfir fjöllin akkurat hér. Þau sjá beint yfir og þau eru beitt þarna fjöllin. Þannig að það kemur beint upp í fjöllin og þarna yfir.
Og svo verður þetta 160 km vegalinn tilbaka hérna niður á Brúarás, tekur svo hvað, 60 km, hvað var þetta langt? 60 km hérna upp í Bláfjöll og svo það sem þið sjáu ekki ef við zoom inn, því að leggurinn liggur hérna ofan í, svo fer það hérna 40 km tilbaka frá Bláfjöllum til Guðjóns, það sem ég talaði við hann og sagði hæ hérna yfir fjörðinn. Þannig að þetta litla hopp var rétt hæpi 450 km af einhverju lingum og dóti. Ekki það að ég gæti svo sem alveg tala við hann bara beint hérna yfir sko, á Simplex. En það segir það alveg að ef við tegjum út úr línunum hérna, það er alveg hægt að komast hérna langleiðandi kringum landið. Hvernig kom þetta út? Það kom bara mjög vel út. Pínu suð á þessu en þú veist, með vegalengdina sem ég var að skjóta hérna yfir og skattarrestirinn eitthvað við fjöllum að þá hérna, þetta var svona gaman að taka svona brot. Vaff-HF, já. Þannig að þetta var Vaff-HF, þetta er Vaff-HF tilbaka, UHF í Bláfjöll og Vaff-HF tilbaka til Guðjóns. Þannig að það er svona eitt og annað en það var aðalega þessi leggur hérna sem að hún vakti áhugan hjá mér að það er alveg hægt að ná vegalengdum á Vaff-HF. Það er fyrir austan getur hugsanlega verið á móti landinu. Sem þetta skattiræðast yfir. Það eru fjöllin hérna. Það er fyrir austan, ef við fyrir austan á land. Já, það er hérna, ég kem kannski aðeins að því á eftir, en við erum ekki að taka mikið af skattryggunum með rétt til að komast inn á hérna Vaðlaheiði. Það þarf að taka speglanir hérna í fjöllunum til þess. En að öðru leyti þá er nokkuð beint á milli allra annar staða. Svona, en hérna, ég er ekki með dreifimyndirnar akkurat af línuprófílum, við reiknum það út, þannig sem við sjáum hæðaprófíluna og kurvu jarðar, við förum hérna í gegnum alla þessa staði. Þannig hérna, ég ætla ekki að hafa fyrir þessum svo tæknilega en að ég færi nákvæmlega ofan í saumnálarnar á öllu því sem er útreiknað og gert. Ég ætla nú bara svona að sýna ykkur svona glefsumyndir af þessu. Það var kannski svo sem efni annan fyrirlestur að fara mjög tæknilega í þetta, að hann gæti orðið mjög langur. Það er töluvert mikil vinna í þessu, miklu meira en mann gera sér grein fyrir. En þetta var alltaf bara svona hopp sem ég rakst á svona nefna til gamans. Svo ættum við komum í Kleifaheiðina og bæjarhlíðina. Er það þá með forrið sem reikna út leiði deyðinguna og hæðapunktana? Já. Ég nota nokkur forrið í það. Það er klárlega mest í fyrirlestur. Ég er ekki alveg ókeypis þessi blessuð forrið. En það er nú svo. Staðan í dag, það var það sem ég ætlaði að segja hérna að kekka á. Sjáum til, slökkum að þessu. Sko. Sjá. Kveiki bara þessu. Staðan í dag er að við erum búin með, sem sagt, já, við vorum að tengja strút inn í gær. Já. Þannig að, já, það gleður eitt hjarta hérna inni. En strútur, við aftengdum strút þegar við settum þránd upp. Af því að það var vandamál hérna af því að þetta fer allt í gegnum Brúarás hérna inn á Bláfjöll, eins og við sáum á línunum hérna áðan. Og við vorum ekki konum með loftnet fyrir sem sagt, það er UHF-linkur hérna inn í Brúarásin. Þar er UHF-stöð, tengdu 2 Vaff-HF-stöðar. Og við vorum bara ekki konum með 3. loftnetið fyrir 3. Vaff-HF-stöðuna upp. Þannig að við svissuðum og settum sem sagt hérna loftnetið sem voru með á strút fyrir þránd. Til þess að því þegar við vorum að setja hann hérna upp í sumar, við settum hann hérna upp eins og margir af okkur vita hér í sumar. Hvernig net er það? Sem er hérna á Brúarásnum. Já, sem var strút sem þú setti að þátt? Nei, netið er hérna niður á Brúarás. Það vantaði á linkinn. Þetta er bara litli stöpar. Þetta er bara vertikal? Já. Komið til öxunar? Já. Það er náttúrulega bein sjónlína þetta milli, sko. Við erum bara að keyra 5 mött bara rétt undir þakskyggninu til að ná hérna á strútum. Nei. En nú er strúturinn tengdur og hvað græðist það í? Nú, allt þetta svæði hér. Það kemur inn. Sveitirnar í Borgarfirði komast í samband. Já. Þannig að hérna, já, það er eins og þjóðvegur eitt sem liggur hérna í gegnum allt saman. Hann er komið þá inn meira minn aftur. Við fórum líka upp á Þrándalheiðarfjall og við skiptum loftnet. Við settum fyrst upp einhvern slimma og hann var eitthvað með vesen, þannig að við fórum og settum þarna upp, var ekki stálnet þarna, dipolnet, það var
mun betra og eins settum við aðeins betri filteringar hérna á, en það þarf aðeins að auka við þar. Strúturinn, við fórum líka upp á strút þó að hafa verið búið að setja hann upp og við fórum og hækkuðum loftnetið. Þegar við settum strútinn upp hérna á sínum tíma, þá var allt mastrið hlaðið ís, svona mikil ís utan á því og við gátum eiginlega ekkert klifrað upp mastrið, það var bara ekki hægt á það með bæði tíma og aðstæður og búnaðinn sem við vorum með. Við þurftum að labba upp á fjallið með draslið okkar þarna, þannig að það var ekki alveg hægt að taka öll belti og allar ísaksur og allt drasl með þarna í þann ferðina til þess að standa í. Þannig að við fórum hérna upp í sumar, tókum loftnetið sem að hékk hérna neðst í mastrinu og fórum við upp á topp og það snarbatnaði dregnin út úr strút og er á því pari sem ég bjóst við að myndi vera og jafnvel aðeins betur. Þannig að hann kemur rosalega vel út núna strúturinn. Hvað langt í loftinskapalinn? Hvað langur loftinskapalinn? Hann ekkert svo langur. Mastrið ekkert svo svakalega hátt þarna. Það ekki nema, 20 eitthvað metrar, hversleis. Okay. Það einhver stöng sem stendur upp og hann 20 og eitthvað metrar. Og skúrin ekki nema svona 6 metra frá eitthvað, 6 metra. Pluss einhver liggja inn í skúrnum, þannig að hvað er að skjóta á þetta? Þetta er svona 35 metra kapall eitthvað. Hvað er kapallist á núti? Við erum með hálftómu. Heilikal kapall. Andrew? Nei, alltaf ekki Selflex. Nei, það er basically mjög svipað. Já, með hérna kopparskermingu. Það er sem sagt, hörð kopparskerming og það er koppar, ég ætla ekki að segja húðaður, en það er kopparkápa yfir áleiðara í miðjunni. Það er það sem er selt í dag. Það er rosalega erfitt orðið að fá fulli kopparkapla í dag. Það er bara hálf ekki seldi lengur. Það er hægt að byggja það, þeir eru alveg anskoti dýrir. Koppar eru rosalega dýr. En þetta er það bara standardkapall sem við notum. Mér minnir reyndar að í þessu tilfelli að við séum með Hi-Flex kapall þegar ég fer að hugsa það. Sennilega er þetta Hi-Flex kapall þarna. Basically það sem við erum að gera er við erum að taka út afganga af köflum á lagarni hjá okkur og hendi í þessi verkefni afklippur og enda á svona eitt og annað og tilfallandi. Og skreita saman á leiðinni? Ja, nei, helst ekki. Ég vil hafa þá heila. Það er gott. Allavega, sem sagt, strútur og þrándur eru komnir inn og ég fann nú í punktan og ég veit hvert ég er kominn. Og Akureyri. Við fórum nokkra leiðir hérna inn á Vaðlaheiði og settum upp gamla endvarpan hérna aftur. Við fórum hérna í vor. Bilaði endvarpinn hérna gamli í vetur. Hann kom til Reykjavíkur með Ísafjarðarmönnum. Ég fekk hann þar í hendurnar og við erum þetta búin að gera við hann, greið. Hugmyndin var að gefa honum hérna, hann er orðinn rétt tæplega 30 ára gamall í þessu endvarpi. Hugmyndin var að gefa honum svona elliverkefni hérna í Reykjavík sem þá einhvers konar ekkolink-endvarpi eða eitthvað stótt. En það sem gerðist hérna í vor þegar við fórum hérna upp á Vaðlaheiði með nýjan ICOM-endvarpa að okkur ljáðist að athuga með blessuðu loftnettin. Við vorum svo mikil hraðferð því við erum ofta að gera þetta í aukaverkum þegar við erum að sinna annarri vinnu í þessum ferðum. Við erum ekki að keyra endilega sérstakar ferðir hérna uppi til þó við gerum það einstaklega sinnum. En oftast þá er þetta bara afgangsvinna hjá okkur þegar við erum búnir að sinna einhverjum FM-sendum eða einhverjum örbylgjulingum eða einhverju dóti. Þá er kannski 3-4 tímar lausir í deginum áður en ég þarf ekki í flug eða keyra til Reykjavíkur eða svoleiðis. Og þá notar maður þetta svona í að kíkja á þetta amatúrdót og klappa því aðeins. En ég fór hérna upp þetta með Vaffóf endvarpa, ICOM nýjan, búið að stilla og gera, stakk hann bara í samband við gamla netið og ætlaði bara að græja þetta quiz bang bong. Og það var eitthvað fellega lélegt eitthvað sambandi og svo sá ég á börnmælunum að það var eitthvað lítið vöttin út og eitthvað mikið þessi vött inn. Og svo það var alveg bullandi standbylgja á loftnetinu og eftir smástund þá hættu vöttin að fara út. Útgangurinn eðilegðist í nýja ICOM endvarpanum. Þannig að þá var fátt fína drætti hann að bara taka þennan blessa endvarpa aftur í bæinn. Síðan þá erum við búin að fara aftur upp á Vaðlaheiði, við erum búin að fara þetta nokkru sinnum. Og við fórum bara með gamla Jesú-endvarpan og gerðum tilraun til þess að gera við loftinsbúnaðinn þarna. Komumst að því að kapallinn sem er í jörðinni upp að timburstörnum, að hann er hérna, ég ætla bara að sýna ykkur mynda sér hérna á eftir, ég ætla að klára bara að tala. Kapallinn sem liggur frá húsinu undir jörðina og upp í timburstörinn. Þetta eru 2 bútar, hann hefur sennilega bilað í störnum þarna samkvæmt data einhvern tímann. Þannig að það er komið nýr kapall og loftnetinu niður og það er samskeytið þarna en bútur á kaplinum þarna, harðlænunum sem liggur þarna niðri. Við drófum hann þarna á rörinu og hann var vaskemdur. Þannig að við klipptum á honum einhvern svona 1,5 metri eitthvað svoleiðis
og það var 1,5, það var 2 metrar. Já, eitthvað svona 1,5 metrar sem klipptum af færðum. Það komið vatn í hann? Já, komum vatn í hann. Settum nýtt tengi á hann og við náðum stambylgjunni niður í svona einhver 1, 2, 3 vött eitthvað laus. Það sé eitthvað 2 vött eitthvað laus. Og þannig keyrir hann í dag. Eitt annað, til þess að geta gert tilraunir á móti þessu með tengingar og link og annað, þá tókum við halan af honum og ID-unitið hjá okkur, þannig að hann ekki sendað hvorki ID nei hala hann upp á Vaðlaheiði eins og en hann þarna og hann í sambandi og hann komið með tón 885 til stendur að fara aftur með nýja nettvörp þarna upp yfir og færa og setja ný loftnet þarna og það eru svona hugmyndir að fara í þetta í timburstaur þarna fyrir aftan Ísavíahúsið aftur sýnir myndir okkur rétt á eftir sestu tölvuna. Það stórt mastur þarna frá RÚV og ég svona í samningaviðræðum við þá að fá að fara í það mastur og fara svolítið hátt upp í það mastur með almennilegt loftnet og góðan kapal niður. Og mögulega erum við að skoða það að flytja búnaðinn úr Ísavíahúsinu yfir í RÚV-húsið af því það töluvert styttra þar inn heldur að fara yfir allt þarna yfir í næsta hús, næstu byggingu þarna þvert yfir allt planið. Það væri alveg 100 metrar af kapli bara að gera það. En það ekki nema aftur einhverjum 6-7 metrar hérna frá rúmmasturinn og inn í húsi þeirra. Þannig að það getur verið að við setjum skáp þar inn. Það skátamót núna næsta sumar sem að ég fer á og fleiri hérna inni og hugmyndin var að snúa upp á nokkra handlagna vini þar og vera búin að ferja allt ótið þarna upp yfir. Þetta verður tölur vinna og mæta með sem sagt að því við þurfum stóra stiga, við þurfum alls konar stórt drasl. Það eins til að koma linknum á frá Vaðlaheiði tilbaka. Þá þurfum við stóra corner beam móttur til að skjóta tilbaka fyrir þann link. Og það eitthvað sem þú setur ekki einu svona pallbíl. Þetta mjög stórt, þið sjáu þetta inn í portinu ef þið kíkið á þetta. Það þarf að flytja þetta með kerrum upp eftir og annan og fyrir utan það við þurfum að taka þessa móttur og það þarf að fara aðeins yfir þær, hreinsa þær upp og það mögulega að senda grindina í galvansýringu aftur áður en þetta fer upp á fjalla aftur. Það Katrín hérna á móti? Já, það Katrín móttur hérna úti. Gamla Katrín móttur, VFF. Þannig að þetta sniðið fyrir amatörtíðinni? Þetta á mörkunum, en já, þetta VFF-tínur. Þetta alveg í neðri endanum, rétt aðeins út fyrir. Hann endar í hvað? 146 eitthvað svoleiðis. Við erum þarna rétt 1,5 metra fyrir neðan. Þetta 176 upp í 174. Nei, 146 upp í 174. Hvaða kommersial notkun var á þessu? Ég bara manna það ekki. Það voru alls konar VFF-linkar út alla trissur í gamla daga. Bæði var Landsíminn með símalinka upp yfir öllum sveitum og svo voru allir með talstöðar á VFF í gamla daga. Fjölsími var svo alveg. Já, einmitt. Símalinkarnir gamlu og svo var löggan með sitt dót og svo var Landsvirkjun með sitt dót og við höfum séð þetta utan á gömlum tönkum hjá Landsvirkjun hingað og þangað við gömlu loftnet. Þessi loftnet ekki notkun sem sagt? Já, löngu hætti notkun. Þannig þetta bara til svona hér og þar? Það einhverjar leifar að þessu hér og þar, já. Það til nokkuð stykki hér hjá Jera. Þannig að það svona núna. En það sem kom í ljós við fórum upp á Vaðlaheiði og sérstaklega til þess að prófa þá sambandið og koma endvarpinu í lag. Þegar við vorum að keyra ég og Guðjón á leiðinu upp eftir til Akureyrar. Það tók ég eftir því ég var að keyra bílinn, jeppan. Ég fann fyrir rosalega statik í hárunum þegar ég var að keyra. Koma frá hurðaspjaldinu hliðina á mér. Alveg bara lyftist öll hárin. Þetta var bara keyrandi vegina inn á Akureyri. Og ég bendi Guðjón á það og hann prófaði síminn og það var alveg bullandi statik. Veitti því svo sem ekki nánari athygli en það var svona nokkuð heiðskýrt þannig að við áttum ekki von á eldingum eða slíku. En þetta samt eitthvað sem ég hef séð áður, kemur aðeins að því þetta strax. En þegar við fórum upp á Vaðlaheiðina og við höfum gert þetta áður í fyrri ferðum, þá höfum við talað hér inn á Þránd, hér bara á bílaloftnetti hérna á milli. Og á bara niður á jörðinu upp á Vaðlaheiðinni. Ágætis. Þú ekki verið á rafmagnsbíl? Nei, maður þarf að jeppa í þetta. Ég ennþá að bíða til Cybertrucknum. Búin að bíða til honum í mörg ár. En
sem sagt, þegar við komum hann upp í þessu blessaða statikverfi, þá náðu allt bara engu sambandi við Þránd, bara ekki nokkru. Ég var farin að hafa áhyggjur að loftnettabílnum hjá mér væri nú enn einu sinni brotið. Ég er búinn að skemma 4 og öll þessu hosseri öll þessi fjöll og fyrnindi. En við nánari athugun þá var K-index sem komin í hvað? 7, Guðjón. Og það var bara agaleg statík í lofti og þvílíkt solar activity og annað og það eiginlega bara drap þetta sambandi. Það róaðist þetta mjög fljótt, en það sem við komumst að hins vegar var það að, bara fyrir tilviljun, að það var betra samband frá Strút upp á Vaðlaheiði, þetta var frá Þrándi, og það hefur aftur að gera með skattinningunum í fjöllunum, svo ég settist aftur yfir tölvulíkanum og skoðaði þetta. Málið er að fyrir svona 4 sumrum síðan þá keyrði ég hérna allt landið með risastóra greiðu sem er örugglega héðan og að fólkinu þarna hinum megin fyrir FM og hún var á stóru þrífæti og ég mældi hér alls konar hopp og drasl hérna í kringum landið til þess að stemma af tölvulíkunum okkar og hvar hægt að taka svona endurvarp og annað þessu okkur sögu landið. Gallinn bara að góða fólki okkar hjá fjarskiptastofu. Ég þarf aðeins að róa töðunar. Úthlutun Harðar og fleiri hérna hefur verið á þann veginn á FM-i að það er engin hugsun í þessu, ekki nokkur. Við lendum í því að sem dæmi Bylgjan 98,9 hérna í Reykjavík og hún er kannski bara Rás 2 hérna einhvers staðar og hún er hérna FM 957 þarna og bla bla bla. Þetta er alveg ferlega vont hvernig þeir bara úthluta sömu tíðunum hægri vinstri og ég er að lenda í því að tíðnin sem var hérna á bæði reyndar á Þrándi og Strút notkun hérna inn á Vaðlaheiði undir allt annað. Þannig ég gat ekki tekið þessa mælinga með góðum móti. Ég gat rétt svo náð hérna Þrándi en ég gat aldrei mælt Strút vegna þess að ég bara hlusta á Omega Lindinu einhvern sjandan hérna inn á Akureyri. Hvað er þetta blöndu sem bara? Nei, þetta er bara á sömu tíðni. Er þetta amatörendur bara á? Nei, FM. Ég var að mæla FM. Ég var í vinnun að gera hérna með risastórt FM-net að mæla. Og ég gat ekki mælt þessa vegalengd hérna. En núna þegar við vorum á Vaðfofi, þá er tíðnin laus, þannig ég gat mælt þetta hérna. Og þá kom í ljós og Strútur raun sterkari hérna inn á Vaðlaheiði heldur en Þrándur. Eins áhugavert það er. Og það hefur með að gera hvernig hann fer yfir fjallatindana hérna eftir. Kannski í smá aukatíma sýndu ykkur það hérna eftir. En það eru nokkri tindar hérna og það er mjög gaman. Þegar það keyra hérna þvert hérna í gegn, þá kemur hann inn og út af tindunum sem standa þarna upp úr. Þannig að þið keyrið eftir veginn, gott samband, dettur út, kemur aftur inn, gott samband, dettur út, kemur aftur inn, gott samband. Það eru sikkur tindandi sem standa þarna upp úr. Þetta er Öxnadalurinn? Nei, það er hérna bara, sem sagt, Hallandið af Vaðlaheiðin. Þannig að við förum hérna á Akureyri. Þegar þeir eru að keyra hér, þvert á línuna hérna yfir. Og þegar við vorum að keyra hérna og komast inn á Vaðlaheiðina, þá vorum við að keyra hérna vegina hérna og upp hérna og þvert eitthvað hérna yfir. Og þá vorum við að detta inn og út og detta inn og út. Og það hefur að gera með tindana hérna sem eru reyndar hérna einhvers staðar. Að það eru nokkrir tindar hérna sem standa upp úr. Og þá eru ansi margir og stutt á milli þeirra. Og þá voru þetta að detta inn og út hérna á leiðinni hérna yfir. Þannig að það var mjög áhugavert. Þannig að við erum sennilega að fara að taka Strút inn á Vaðlaheiði en ekki Þránd því það er töluvert sterkara. Það skiptir engu máli vegna þess að leiðin frá Brúarás er alltaf jafn löng hvort við förum héðan hingað og þangað eða héðan hingað og þangað. Það er bara hvor leggurinn er lengri. Og hvað kemur betur út? Það kemur betur út að taka Strútinn. Þannig að það er sennilega það sem við erum fara að enda á að gera. Þannig að Strútur er vendipunktur í þessu öllu saman? Það er ekki alveg. Bláfjöllin eru stærri en Brúarásin er ansi mikilvægur. Hann átti bara að vera tímabundin redding en hann er fann að vera ansi mikilvægur. En þessi statík sem við lendum þarna í á Vaðlaheiðinni, ég þekki hana mjög vel. Við lendum reglulega í þessu hérna með Bláfjöllum og reyndar á Skálafelli líka. En Bláfjöllin eru alveg notórius í þessu. Ari hérna hefur lent í þessu líka og fleiri að uppgöta það sem dæmi. Við erum með UHF-link hérna fyrir K100 upp í Bláfjöll og hann er
lítil 100 vött út í 10 decibela greiðu á sikkorum enda. 10 decibel 100 vöttin, þannig að kilowatt ERP og 10 decibel móttaka hinum megin og það er bara það minnsta sem dugar til að halda sambandinu. Á venjulegum degi þar er ekki nema svona 1 watt eða 2. En þegar að statikinn byggist hérna upp í fjöllunum, þá er það bara eins og farendur komið yfir fjöllin og bara siglandi deyfist og dettur niður í neitt. Þá dettur gáðundar út. Já, þá kemur bara þögn. En við erum með varaleiðir í dag líka, en í árdaganna vorum við að lenda í þessu vandamáli og þetta gerist sérstaklega á haustin og vorin. Akkurat á 400 megahertz. Það er alveg svaka, þetta er rókandi på gambinu, sko. En sniðugt að vera með svona hafa til í þessu? Já, það er alltaf leið. Við erum með fleiri varaleiðir. Það eru 3 leiðir þarna uppi til. Það er örbylgja og það er ljósleiðir líka. Við gerum þetta bara til þess að fá rauntímann. En, svo ég kom aftur að statíkin í Bláfjöllum. Ég hef verið þarna upp í fjalli og þegar akkurat var ansi mörg ár síðan og þá horfði ég bara mælinn á móttakarann, bara detta niður hægt og rólega, bara detta niður og alveg fara niður í 0 og ekki neitt og svo bara 5 mínútur seinna bara eins og einhver slökk á taka, allt merki komið inn aftur og þá hefur statíkin hlaupið einhver staður í burtu og tæmst af fjallinu og þá var bara sambandi komið inn aftur. Og svo horfum við á þetta svona 10 mínútur seinna að þá var þetta að byrja aftur að detta út og hægt rólega sig og það var bara andskotin. En þetta gerist víðast hvar land og þeir segja mér skíðamenn í Bláfjöllum að þeir hafa alveg mætt upp í fjall og hort á hrævareldana að standa upp úr öllum girðingastaurum þarna. Hvað segir það? Hrævarelda. Það var svona ark sem stendur upp úr öllum girðingastaurum, stórt og mikið og þá hlaupa þeir inn í húsinu og bíða bara. Það eru eldingaværan húsin hérna uppi, en það er hins vegar rosalega lítið góða jörð hérna uppi. Þetta er eins og frauðblaskubbar sum af þessum fjöllum hérna. Þetta bara hleðst upp að statík eins og blöðrur hérna á vegg og svo kannski fyrir eitthvað burtu. Landsvirkjun gerði hérna samkvæmt jörlum sem ég komst yfir þegar voru að leggja hérna einhverja vatnslagnir og línur hérna í gegn. Þá voru þeir að leita jörð og þeir leitaði jörð út alla trissur hérna og eina sem þeir komust að var það var mögulega að henda fullt af kópar út í einhverja mýrar hérna. Og það myndi virka meðan að vatni væri í mýrunum, en að það þótt niður þá bara búið. Það er skelfilegt að fá jarðsamband á öllu þessu svæði. Þannig að eldingar og annað sem lenda hérna, þær hlaupa rosalega langar vegalengdir eftir rafkerfunum og öllu draslinu, sprengja raflínu og drast alveg lengst niður á þjóðvegið. Þannig að það er svolítið erfitt svona sum af þessum svæðum hvað þessa hluti varðar. En var þetta gagnvart búnaðinn? Hvaða varðin ertu með í gagnvart búnaðinn í svona vissinni? Gagnvart? Hvaða varðin ertu með í gangi í gagnvart búnaðinn? Það eru alls konar spennuvarnir og eldingavarnir og ég veit ekki hvað, það er alveg hrúga drasli. En svo kemst að því, það er aldrei nóg því að þekking á minnst ég ástæði fyrir því vegna þess að allur eldingavarnabúnaður gerir ráð fyrir að þú getur tengt niður í jörð, sem er ekki þarna. Og við erum búin að ræða hérna við Rönning og búin að tala sína byrgja. Það er einhverju verkfræðingur, háskóla búin að koma og kíkja á þetta og bæði fyrir okkur og Bláfjöll og allt svæðið þarna í kringum annað. Og það kemur bara ljós að þekking á eldingum á Íslandi er rosalega lítil. En þetta var nútútur. Já, hvernig er tíminn okkar? Hann er ágætur. Hún er í hálftíma, hvort réttir. Já, við fengum hérna síu. Hver lét okkur aftur að hafa síuna hérna? Þess að hérna litlu. síuna. DSI síuna gulu litlu hérna sem ég fékk hérna í sumar hjá einhverjum. Þú lest mér þetta? Lítil síja, Vaffá síja, sem átti að fara á basarinn. Við fengum allavega góða síu hérna frá DSI, frá einhverjum örlátum manni sem að ég gleymd að finna nafnið á áður í hvað fund. Nei, bara síja, bandpass-síja fyrir Vaffáf. Og þetta er sömu síu hérna frá DSI og Datti setti hérna á Skálafellið og Bláfell og annað á sínum tíma. Og það var mikill fundur að fá þessa síu. Hún er sennilega á leiðinu upp á Þránd hérna þegar... Já, hún er frá Kela. Frá Kela, ekki, já. Já, hún var bara fór á hérna Flóamarkaðinn. Já, akkurat. Og ég með datta bara í huga
að vera eitthvað fyrir því að koma Já, þær eru leiðilega dýrar þessar síur, þær eru pingu litlar, þetta eru 6 hólfa kaviti síur fyrir móttöku, þóleikinn er kannski svona 50 watt, en þetta eru bandpassíur fyrir bara Waffa og afmöndubandi, svona 2 megahertz bandbreiðar. Og kosturinn með það er að þú setur þetta á eftir kaviti síunum, já, þú fær loftnet niður gegnum þetta, fer svo í kavitíin. Vandamál með kaviti síurnar er það að þær eru hannaðar til þess að einangra þinnsendi frá þínu móttakara. Það er stundum 2 síur sem eru smá bandpass en það er voðalega flatt og annar búnaður á þessum sendastöðum eins og FM og sjónvarp og gemsi og örbylgjulingar, örbylgjulingar, þeir leggja inn á rásutun okkar vegna þess að diskurinn, hann er með baseband á kóaskapli niður í búnaðin og það er á 140 megahertz, 144 megahertz, takk fyrir. Og þeir eru mjög gjarnir að setja RG213 kapla í þetta, af því það virkar, en það er hriflegur RF út úr þessu drasli og við pikkum það allt saman upp. Og svo þegar við sendum út, þá fer það inn á kapalinn og stúta linkunum þeirra. Ég er svona að reyna að hnippa í mennum að setja ekki RG213 í þessa blessuðu örbylgjulinga. Við lentum í rosalegum vandræðum með þetta upp á Strút á sínum tíma. Þar var örbylgjulingur frá Mílu, minni með að hafi verið frekar einhverjum öðrum. Og þegar við vorum að setja upp 4x4 endurvarp á þetta nýja, þá vorum við alltaf að slátra út þessum link á fullu og þessi linku var líka að valda því að 4x4 endurvarpinu var alltaf í rugli. Og þá komumst að því, ég var endan með að koma litla próf og farin að mæla alla kapla þarna og þá komst ég að því að kapallinn hátt út í örbylgjudiskin þegar hann alveg hriplag og þá bara skipt út fyrir fullskermaðan kapal sem er þá heiligal kapal eða álíka. Og þá steinhætti þetta bull, bara loka þessu dóti af. En því miður þá er þekking á RF, hún er svolítið fann að tapast hjá bæði símfyrirtækjum og öðrum. Menn finna bara einhvern örbylgjuling, snú, hún er bara eitthvað að fá samband og menn skilja ekkert að snúra hann á milli og hún getur verið að leka haugadrasli. En það er svona eitt og annað, maður þarf að vera góð nágranni líka, maður þarf að benda fólki á og reyna að vinna saman með öllu þessu liði sem er á öllum þessum stöðum það að halda þessu góð og fínu. En bara sem dæmi, FM upp á nokkur kilowatt á einhverjum svona sendastöðum og sjónvarp upp á einhvern helling og svo gemsasendur og mjög öflug líka í dag. Að þetta getur allt lekið inn á okkar búnað og desensitæsa móttakaran okkar fyrir að fyrsta. Þannig að endurvarpan okkar verða hálfheyrnarlausir og hitt sem þetta getur gert er það að við getum lent í því að búa til blandanir og drasl sem við sendum út í loftið sem við viljum alls ekki gera. Þannig að það er rosalega næst að setja á endan á kavitísíunum bara bandpassfilter sem lokar okkur af okkar bandi. Þannig að við fáum ekki neitt rusl inn og ef við búum til eitthvað drasl þá fer það ekki út. Þannig að það er rosa mikilvægur búnaður. Því miður þá DCI hættir í dag framleiðendina af þessum tilteknu síum. Það voru rosalega öflugar, það voru mjög skarpar. Ég hef keypt slattan allan að síu frá þeim fyrir FM en þeir eru bara steinhættir þessu. Ég er að skoða með annan framleiðanda. Þetta var kanadískt. Digital Communication Incorporated. En ég er að skoða aðra framleiðendur og sjá sem eru með sambærilega síur reyndar á öðrum tíðnum. Spyrja þá hvort þeir geti búið til nokkra fyrir mig hérna niður á amöndubandi. Sjáum til hvað þau svara með því. Þessar síur er ekkert alveg ódýrar. Svona fyrir commercial síur þetta er að kosta svona 600 eurur og þetta er að kosta aðra á nokkur 100 eurur að senda þetta til landsins og annað þessu. Þannig að þetta er ekki alveg ódýrast í heimi. Þannig að ég var mjög ánægður með fundin á þessari blessari síu. Ef við vitið með DCI síur einhver staðar í fjölum þá alltaf að láta ykkur vita, þeir eru leiðilega dýrar. En þær eru hrikalega gagnlegar akkurat á svona stöðum. Og það skiptir okkur öllu máli að við séum góðir nágrannar á svona stöðum og að við getum unnið skikkanlega með því fólki sem á rekur þessa staði og eins öðrum sem er að kaupa sér leigu inn á þessu stöðum að þetta sé allt saman upp á 10 og ekkert vesen. Já, einhverjum spurningar? Ég sé að þú komið merkið á áfættið. Já, nei, það er ekki ennþá komið, en þetta er á dagskrá. Þú tengið það búrfætturu? Sennilega bláfötum. Annarkvort er eða engar. Búrfættið er mjög góður öllverki. Ég veit það. Hann verður tengdur líka. En það er bara eitt af þessu sem er á dagskrá og eins og ég segi, þetta er allt saman unnið bara í svona hobbyvinnu og eftirávinnu og annað og afgangstíma í vinnunni. Ef maður kemst á þessu hólafyrnindi og er undirbúinn
ég undirbý þetta oft helgar, geri allt og græja hérna í vinnunni og raða upp öllu saman og stilla allt saman og gera allt saman. Þannig að þetta sé þessi minnst tíminn þegar við hoppum á þessi fjöll að bara henda þessu inn, stinga þessu saman, kveikja, mæla þetta, testa og svo bara kommissiona þessu að þetta virkar. Þannig að ég er að reyna eins litlum tímum sem ég get á fjöllunum að vera hræri í þessu. Getur eitthvað remote inn á hann búnað? Ekki allan, en endurvarpana eins og ég set það upp, þá er DTMF stýring á þeim þar sem ég get kveikt og slökkt á þeim. Og það er svona 90% af því sem þarf að gera ef það kemur kvörtun truflanir og annað að geta einfallega bara slökkt á þessu. Við erum víkjandi á þessum sendastöðum, við erum pro bono, við erum að fá frítt. Það er rosalega mikið af, þessi sendastæðir ekkert ókeypis og staðsettingin okkar í möstrónum, hún kostar helling. En við erum að fá þetta allt frítt, af því að ég væli voða mikið. Já, en og reyna að koma með vel inn og fólk og reyna að vera góðu nágrann og reyna að fara eftir öllu reglum og ná. Þeir vita alveg hver ég er. Við erum, fyrirtæki mitt erum að leigja inn á mörgum af þessum stöðum nú þegar. Þannig að þeir vita alveg svona að hverju þið ganga með vinnubröð og annað. Og þannig að þeir treysta því að þetta sé upp á 10. Og þeir treysta því líka að ef það kemur eitthvað upp á og það er eitt símtal í mig eða kollega minn og þá er bara afgreitt á stundinni ef það er eitthvað vesen. Og eitt af því er að geta sendt tóna inn á þessu endurvarpa og bara slökkt á þeim og fara svo og funda út úr vandabúðinni. Þetta er ekki commercial rekstur, þannig að það er engir kunnar hérna sem verða fyrir einhver fjárhagslegu tjóni þegar þetta dettur út. Þannig að þá betra bara slökka á þessu. En ég get alveg sagt ykkur það að þegar ég fæ símtölin hérna að slökka á einhverju FM-i, þá koma nokkra spurningar á móti. Einhver sími hérna einhverjum gemsi hérna einhver staðar hérna, það er einhverjum truflun. Ok, hvað var hann stórt sveið? Einn af 12 bóndabæði. Ég er með nokkuð 1000 manns hérna á þessum FM-sendi. Og það er ekkert annað sem kofar að hann ef hann fyrir út, en þú ert með 10 aðra gemsasenda hérna í nágrenninu. Þannig að ég slæst alveg á móti hérna þegar það kemur að kommersiálinu upp að ákveðnu marki. Það heitir bara professional courtesy sem stoppar, ok, hverjir eru faktorarnir í þessu máli, hvað þurfum að gera, en það er alltaf brugðist við strax. Það er ekki bara ég sé þetta á morgun. Það er hringt helgar, það er hringt nætur, það getur allir fandinn komið upp. En eins og segi, það eru DTMF stýringar á endurvarpunum, ég set það upp með því, það er ákveðinu kóðar til að kveikja þeim og ákveðinu kóðar til að slökkva þeim. Þannig að ef það kemur í ljós að það er ekki við, þá bara þetta kveikja því aftur í mótli, mjög þægilegt. En það er ekki internet-tenging per se og eiginlega þessum stöðum ekki internet-tengt eða eitthvað þannig. Það er bara enn eitt kostnaður, jú, maður getur vælt út einhverja tengingu og eitthvað svona dót, en ég er bara ekki að væla út meira en ég nauðsynlega þarf á þessum stöðum, ég væli alveg nóg í þessu liði. Er ekki aðgangur við vitið þetta á þessum stöðum orðið? Jú, það er alveg nettingur öllum þessum stöðum, það er ekki vandamál. Issueð er bara að fá að tengjast þessum búnaði. Og það er oft einfaldara að ef mann vantar bara einhverja litla tengingu og það er bara að mæta með 4G eða 5G rátir í dag, heldur en að vera að væla út einhverja tengingar. Það er ekkert svo dýrt, þú getur fengið bara einhverja minimal tengingu fyrir einhverja nokkra þúsund kalla og keypt bara rátir og farið með þetta og skiljið þetta eftir. Þannig að þá ert ekki að stinga einhverjum búnaði í sambandi við einhvern annan búnað hjá einhverjum öðrum og eitthvað svona engan greiðslur og eitthvað svona monkey business, sleppt því öllu saman. Þetta er svona flókið húsfélag. Já, þetta er mjög flókið húsfélag. Máli er að svo bara þessu skiljið, ég er alveg hættur öllum þessum monkey business það að vera að fá að laumast inn einhver staðar með vinaleyfi einhvers og bla bla bla. Þetta er allt upp á borðinu, þetta er allt skráð. Það eru leyfi fyrir þessu öllu saman og skráðar beiðnirnar og allt þetta komnar inn. Og það er meira að segja oft reikningar á móti núllreikningum, þess að við fáum reikning og á reikningum stendur upphæðin fyrir leigun og öllu draslinu og svo kemur styrkur á móti 0. Eða að fyrirtæki, í sumum tilfellum þá er það fyrirtæki mitt sem er með skáp eða eitthvað annað á staðnum og er með búnað og þá fer þetta inn í þann skáp, þá er þetta undir okkar fyrirtæki og þetta er bara nokkur aukavötta rafmagni sem að bætist á okkar rafmagnsreikning. Og svo fáum við að hengja upp allan loftnet einhvers staðar á víkendi og þessi loftnet þegar við hengjum þau upp, við reynum að fara eins ofalega eins og við getum mögulega og tróðum okkur alveg í rándýrar aðstöður lengst upp í mastri. Það kostar mismikið eftir hversu hátt þú ferð upp í mastrinn. Það er ekkert, og hvernig og hversu stórt það er og hvernig mikið vind það tekur á sig og fullt af útreikningum sem það verður í gegnum. En við erum ofta að tróða okkur alveg upp í príma aðstöðuna og jafnvel alveg bara lengst upp úr því.
á þeirri forsöndu að ef þeir þurfa plássið þá fer loftnetið okkar. Þá verður það bara að fara einhverstaðar annar staðar í mastrið. En á meðan plássið er laust, þá fáum við svona aðeins að njóta þess að leika okkur svolítið. Þannig virkar það. Einn spurning var þetta Háfell. Já, Nær merkja alveg þarna austur fyrir alveg í áttina að Klaustri eða hvernig það? það nær alla leið hingað. Já. Í Skaftafell. Já, að framhjá Skaftafelli, hérna við endan hérna. Já, það er fáið fyrir. Þannig að maður sjá, hvað er hún á músi mín? Voru við ekki með hérna Háfell? Það er svona. Það var Norræður og Suðursveitir og það aftur hann. Já, Mýradrátt eitt. já, já. Það er að krassa í Rífunes, sýnist það. Þannig að það er alveg allur sandurinn hérna, hann er allur kofverðaður sko. Já. Alveg hérna niður á Horn. Og það er rétt deyr hérna, keyrir fyrir Horni í áttina á Jökulsárlóni. Þannig að hérna, við klárum bara, ég hef engum örfá punkt eftir, þú getur farið að skoða myndir og svona. Það er bara fullt af hlutum á dagskrá, það er betrumbætur á Bláfjöllum og Skálafjalli, við þurfum að færa loftnetinnar. Ég er ekki ánægður með hversu neðarlega við erum og hversu litla drægni við erum að fá út úr þessum stöðum. Þessi 2 staðir eiga að gera það verkum þá á að vera handstöðafært hérna í borginni eftir hvort út á Bláfjöllum og Skálafjalli. Það hefur verið gert áður og þegar Datti var með þetta sérstaklega Skálafjalli, þá virkaði það bara þrjusu vel. Maður gæti verið hérna. Skálafelli er mikið lakara. Ha? Það er mikið lakara Skálafelli en Já, en málið er náttúrulega bara það að loftnetið er bara von á húsinu. Það er ekkert upp í mastri. Upp á Skálafelli? Já. Það slitnaði. Þannig að, og Skálafelli er mjög flatt á ofan, þannig að það sér ekki fram yfir brúnina niður. Það þarf að fara upp í toppinn á mastinu til að sjá hérna yfir brúnina á allir þessu fjalli. Og sama með, Datti notaði GW. Já, Datti, þegar hann var með þetta, þá var þetta upp á tíu. Ég veit ekki söguna bak við akkur loftnet er þarna niður í dag, en það er bara beside the point, að það bara færa það upp. Og sama með hérna loftnet upp í Bláfjöllum, það er hinum megin við Ísafjarðarskúrinn. Ísafjarðarskúrinn, og horfir á Suðurlandið. Ísafjarðarskúrinn sem er nýbúið að bárjárnsklæða og rafstöðvaskemman þar fyrir aftan er bara fyrir í áttina hingað til Reykjavíkur. Það virkar ekki neitt. Þannig að ég er ekki ánægður með, þetta virkaði örugglega fínt, áður en að blessaða skemman var bárjárnsklædd. Það er lítið flott mastur þarna sem við þekkjum eitt sem á... Já, það er eitt fyrirtæki sem á mastur upp í Bláfjöllum sem við erum spáið að færa þetta yfir í næsta sumar, óþekkt radio.is hana. En málið er bara akkurat núna er verið að leggja nýjan rafmagnsstreng í þá aðstöðu og skipta út rafmagn og annað. Kapallinn hann í jörðin, hann brann við síðustu eldingu og er bara hangandi á niflinum, þannig að við erum ekki að setja neitt. Það er ástæðan fyrir því að APRS-endvarpin sem er í þessu húsi er ekki í gangi. Við tókum allt sem þurfti ekki að vera í sambandi, úr sambandi. Og meira þess að meðan að fá að leggja jarðstrengarn upp á einhverju fjalli sem að, pappísvinnan við það er fáránleg. Það er búið að taka okkur allt sumarið að reyna að komast hérna í gegn, frá febrúar basically á þessu ári, til dagsins í dag, að fá að leggja 5. streng hérna og tengi samband við spennustöð sem er ekki 70 metra frá okkur. Það rétt tókst núna og við vorum hérna í byrjun vetrar hérna með snjó og drullu að grafa skurði og henda niður hérna rafmagnskössum og drasli og koma nýjum tengingum á. Það er ennþá verið að klára það og okkar fyrirtæki, mitt fyrirtæki. Það góði í rafmagnslögnum? Já, ég er bara með fullt af verktökum í þessu. Við hefum ekki gröfu. Við tökum hérna góðan félag og Hjalta, hann grefur fyrir okkur og svo erum við með einhverja 3 rafmagnsverktaka í þessu og fullt af öðru lið. Þannig að, já, það er búið að fara nokkra milljónir í það. En, sem sagt, leið á rafmagnskapallinn kemur hérna yfir að þá er hægt að fara að kveikja sem við erum búin að hérna á öðru og annað, þó ég sé búin að vera reglulega upp í Bláfjöllum, að þá er þetta búið að taka allan minn tíma þarna uppi, sem er ástæðan fyrir ég hef ekki getað trýtlað yfir í Ísafjarðarskúrinn og komið hérna netinu aftur í samband við D-Star-endurvarpin. En D-Star-endurvarpin hann þjáist bara að því einu að vera netlaus. Ég veit að því, það er rátur á borðinu á mér, nýr, sem að býður eftir því að fara þarna upp yfir. Og það er bara eitt af mörgum verkefnum sem maður þarf að kíkja í aukatímanum. En það kemur vonandi fljótlega að aukatíma upp í Bláfjöllum þar sem ég get röltað niður og klárað þessa hluti. En
eins og staðan er alveg akkurat núna og þá er meira atriði að við klárum rafmagnsmálin og þau fá allan okkur forgang og ég eiginlega kemst ekki fyrir það er búið en það er svona von á því á öllum næstu vikum. Þannig að vonandi öðru hvoru megin við jólin nýjárið þá verður það komið inn. Annars er svona einn af stærstu punktunum það er basically að koma inn Akureyri fyrir næsta sumar og það er verið að safna í það verkefni. Náttúrulega eins og ég segi með mótturnar hérna úti það þarf að gera við þær og hérna við erum að raða saman nýju mentorpa til að setja þarna upp og finna til mannskapinn og stiga og bíla og bla 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 og það þarf að þegar maður fer í þessi verkefni það þarf að skipuleggja þau og það þarf að búa til allar listan yfir allt og sjá til þess að allt efni verkfæri mannskapur og annað sé til staðar og allt þetta dót og það sé ákveðin verkáætlun til að fara í og hérna það er svona næsti stóri punkturinn. Annað er að við hefum bara eftir að trítla hérna upp með einhvern UH-fling og svo eftir að skoða svona eitthvað háfallið en þetta er að vinnast hérna lengra austuréttir og hérna hugmyndin er að við förum allavega næsta sumar allavega 1 skref, kannski 1,5 skref lengra hérna allavega næsta sumar og ég ætla ekki að allavega 1 skref fyrir sumarið og kannski lengra með haustinu ef það er ágangstími. Hvað getur þú sagt Vestfjarðakjálkana, það er svona 2 punktar þarna sem mjög athyglisverðir. Já. Þetta eru svona, þetta er á teikniborðinu. Hvað nær Þrándur þangað? Hingað, hana er alveg. Nei, á Strandvöld. Viltu sjá coverage á Þrándi? Já, ég það. Má sjá. Þrándur. Sleifar í Hólmavík. Já, alveg norður úr. Sko, ég fekk einhvern veginn kvörtun að K100 væri úti á hérna Hvammstanga. Ég man ekki eftir að K100 væri með senda Hvammstanga. Já, alveg, Strútur, hann er úti. Já, hann er já. Það voru menn að hlusta á hann hana lengst upp yfir. En hérna, það er alveg þokkalega dræknir sem Strúturinn sjáðu, hann kemur hérna á móti, þannig að hvers getið sem farið á baka einhver fjöll og eitthvað annað, þá er hann á kofari hérna á móti ykkur. En nótabenni, þessi dreifilíkön sýnir ykkur ekki speglanir eða skatteringar. Svo það sé á hreinu. Nei, það er samt þetta varslæðinu. Þetta er miðað við svona standard coverage. Þið getið vel verið að fá alls konar speglan og skatteringar ofan á fjöllunum og draslinni kring þegar keyra eftir þessu vegum annað. Eins og ég var að fá hérna, förum hérna niður eftir hérna. Veist, það er ekkert samband hérna það sem ég var. Úps. Það er ekkert hana. En þetta er skattering hérna ofan á fjalli. Hérna einhver staðar held ég að verið. Það ekki. Minnið það. Nú að sjá hvað það var. Já, minnið það verið hérna einhver staðar. Það er drápulíðin. Já, eitthvað En svo. Kleifaheiðin, hvað myndi hún gera fyrir okkur? Kleifaheiði. Kleifaheiðin? Út með punktarna. Já, Kleifaheiðin. Hún er að kofera hérna sýningu coverage úr Bláfjöllum, þá kannski fattið þetta. En þegar maður teiknar svona coverage svona, þá er maður mikið að horfa á samspil á milli allra sendingana. Maður vill ekki cross-cover of mikið, en samt sko, hérna er Bláfjöllin. Sjáðu hvað Bláfjöll stoppa. Ok. Við skulum kveikja á Kleifaheiði. Fattið þetta núna? Hún kemur hérna á móti. Þannig að nú er coverage á öllu Snæfellsnesinu eins og leggur sig og alveg hérna inn eftir hérna á Bænsastæðum, pluss það við erum farin að covera áfram hérna og hér inn eftir með möguleg tengjuhopp. Og ef þú bætir bæjarliðin... Eitt lítið leyndamál. Þessi staður nær Bláfjöllum. 200 km hopp. Það er gat hérna akkurat á milli í fjöllunum sem maður fer í gegnum. Pínuskarð. Bæjarhlíð, er ég með bæjarhlíðinni? Jú, hérna. Hann cover hérna Ísafjarðardraslið. Og allar standinda hérna, þannig að þú getur verið hérna, sigsaka hérna inn úr öllu saman hérna. Hann er í 200-250 metra hæð þarna hinum megin. Hvaðan getur þú tekið merkið á þessa staði? Í flestum tilfellum get ég tekið Bláfjöll hingað. Og þessi hérna, hann ætti hann á Þrándi eða Strút. Þessi gæti verið ná Strút. Það gerir það. Þannig að En ef þetta færi á Bólafjallið, hvað myndi gera þá? Bólafjallið? Nei, það er ekki nógu gott.
þá nærði ekki bæjarfélagunum. Þú nær sjónum og skipunum en þú nærði ekki bæjarfélagunum. Ég var bara um Oddstrandir líka. Já. En hugmyndin er að út frá þessu, og sérstaklega eins og ég ætla að kveikja hans á gagnið og sýna ykkur smá hugsun. Hér er gagnið. Þið sjáu að það næri ekki, það er eitt atriði á henni fer aðeins inn á það, við stunum að tala dreifingu, þá ætla að kveikja svolítið og sýna ykkur svolítið. Áður förum að detailast í coverage-inu. Eitt af því vinnugögnum sem ég notaði er að fara yfir svona hluti. Hvar eru við? Það er til dæmis þetta. Ég ætla að slaka hérna hans á pinnunum. Þetta er allir meðlimir íslenskra radioamatara og staðsetning þeirra. Mjög gaman að zooma hérna niður í Reykjavík. Það eru langflesti þar. Það kom spurning af hverju það sé. Hérna er öll súpan hérna í Reykjavík. Þarna búið allir. Og þið getið séð bara nákvæmlega. Og með þessu þá er hægt að horfa á hluti eins og að kveikja á coverage og sjá hvernig þið náið nú ýmsum merkjum. En það sem ég er benda ykkur kurteislega á er það að þegar við vorum í þessu hérna fyrir 30 árum síðan og Guðjón fór hérna á Akureyri með einn endorpa, það var nú bara einn maður á Akureyri og hann heit Billi og heitir enn og er ennþá þarna. Það var engin annar. Þannig að spurningin var alltaf þegar að það stóð til að tengja endorpan á Akureyri með símalínu frá beinni línu frá Vegagerðinni. Vegagerðin var með nokkra beina línu frá Reykjavík upp á Akureyri. Hvað hétt þetta aftur? Línurnar. Allana, svona beintengda línu sem fór ekki gennum símstöð þarna á milli, það erum notað fyrir datalink og drasl. Nei, þetta voru símalínur. Og það var hérna einhver góður fúr sem að sagði að það væri hægt að sníkja eina línu hjá hann til að nota fyrir sambandi hérna á milli og græði það. Leifar á fjöltímanum eða eitthvað? Já, þetta var bara gamli kóparsíminn sko, nema bara þetta var beint splæsa, þetta fór ekki hérna inn á símstöðarnar. Það varst bara með beinan kópar Reykjavík Akureyri. En það einhvern veginn datt upp fyrir, þótt ekki nú amatörlegt og allt það og bla 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 og varði einhvern veginn ekkert úr. Og síðan hefur þetta alltaf að það er bara einn maður á Akureyri, hvað er veið að púri að já, þeir eru orðnir aðeins fleiri í dag, eða ekki? Þetta er fólki sem er að bíða eftir að fá að vera mem. Sem að voru þetta í gamla dag. 8 stykki. Það er mikið verið. Já, eitthvað svoleiðis. Og fleiri, það er einhver að flytja þarna og eitthvað. Þannig að en þetta er bara inn á Akureyri. Endorpin coverar meira heldur en bara Akureyrarsvæðið, notabenni. Og þannig að, en pointi er líka bara þetta að sem sagt, ég er hissa hvað eru konir margir út á land, en á móti kemur, ég er líka ekki hissa á því hvað eru ennþá samt fáir. Og það er bara vegna þess að við höfum ekki verið minna en þjónustu út á landi. Þú ferð út á land og þú ferð inn á hana endvarpa og það eina svo heyrðir í var eitthvað lið sem kom frá Reyðarfirði hérna með ferjunni og er inn á Akureyri og einhver útlendingar á búið og ef þeir voru það annars var bara í hvers skipti sem ég fór Akureyri, það er steinþað að ragna á þessum blessa endvarpa, það er enginn inn á honum. Það er reynd út á Siglufirði. Já, það er T5 SLN. Svo er hérna T4 Viskidelta. Hann stendur vaktina hérna alla daga, alveg eins og hetja. Hann brosir allar hringinn. Komum með enga endurvarpa. Já, 2. Hann nefnilega speiklun á Strút þarna yfir líka. Frá? Strút. Það kemur speiklun frá Strút hérna inni fyrir það. Ég skal sýna ykkur það núna snöggvast. Þetta er eitt af því sem að dreifikortin sýn ekki beint en maður þarf að svona horfa á og skilja. Hér er Strútur að senda út hérna. Og þið sjáu að þetta endar svolítið svona í fjöllunum hérna. Ofan á fjöllunum, ef ég svo minni þetta, ég veit ekki hversu vel þetta sést. Úps, já, akkurat, það er náttúrulega hægt að skoða þetta í þrívít. Þetta er enda svolítið lítill skjár hérna. Það sem gerist hérna er það að bæði fáum við skatteringar niður að þessum fjöllum, en það sem er ennþá sterkara er að við horfum hérna hinum megin á, að við fáum speglanir á móti líka, úr fjöllunum hérna, tilbaka. Þannig að það er coverage hérna í dalnum á víðast hvar frá Strút út af speglunum á öllum þessum tindum hérna. Kasta frá sér. Bæði, þið getið gert þetta heima okkur, náðu ykkur í hérna eitthvað þund, blað eða rakvélablað eða eitthvað, takið leysur og skjótið á brúnuna og hafið veggat hinum inn, þá sjáu þið en leið og leysinni sem fer að snerta brúna, þá kemur lína niður á við. Það er þessi skattering.
það er þess vegna sem hún nær niður í dalina, en þú þarft að vera í beinni línu við tind sem er tiltölulega beittur miðað við tíðnisviðið og það er það sem var að gerast þarna á Akureyri þegar við vorum að keyra, að það var einn tindur sem stóð upp úr sem skattiraði akkurat og það myndaði þessi coverage svæði þarna á veginum. Þannig að það er að mörg að hyggja ef maður er að skoða þessa hluti. Þannig að ekki að snúa okkur rétt aftur. Hvert er ég komin? Já, ég er eiginlega búinn með dagskránna en ég er með 2 auka punkta ef þið hafið áhuga að sjá 2 aðra aðila heldur en okkur eins og sjá 4x4 ég ætla að slökka nú á þessu pinnar og coverage combined til gamans hér er endurvarpakerfi 4x4 ef það væri allt í lagi það eru dauðu punktar hjá þeim. Ég vil benda okkur eitt lítið smáatriði. Takið eftir gati hérna. Hér er Þrándur, hérna einhvers staðar. Þeir tóku niður endurvarpan af Þrándi. Þeir fluttu hann hingað. Til þess að ná inn í hérna setrið sitt hérna. En takið eftir því hvað endurvarpinn dregur úr lítið. Tvennt sem er að þessu. Fyrsta lagi að þá er blatantly að ignora það að ef þið skoðið heimasíðu 4x4, f4x4.is og farið að kíkja á meðlimi og deildir og allt það. Það eru deildir út allt land. Þetta félag er risastórt, til 1000 hérna manna og það er stór deild hérna fyrir norðan. Fyrir ekki, varstu bara að slökka á þeim? Varstu ekkert að hugsa það? Það er actually fólk hérna sem á heima hér og er bara núna sambandslaust. Bara eins og leikur sér. Það er að vísu eitthvað að hrærast inn á björgunarsveitina en það er ekkert allir með það prógramaðinu í stöðunar hjá sér. Bara eiginlega ekkert allir fáir. Það er að slökna á öllum þeim endur. Þannig að aðeins er gaman kveiki hérna. Þetta er Þrándurinn. Sjá hvað vantar. Ok. Þeir fluttan hingað niður í Ásgarðsfjall, í Kerlingafjöllum. Gott og blessað. Fjallið sem þið fóru á hérna er ég sé nú ekki hvar, hún komin út af niður á skjánum. Manstu hvað þetta er hátt, Guðjón? 700 metrum. Þetta er í 700 metrum. Gallin er bara að hæðin hérna á landinu kring er hérna í 500 metrum. Þetta er ekki með 200 metrar hóll hérna á landsvæðinu, yfir sjávarmáli. Hvernig fæða það með sólarsöllum og... Nei, það er rafmagn uppi. En vandamálega er, hér eru Kerlingafjöll. Þeir eru bara miklu þeir eru 14-15 metrum eða hvað hann var. Og hann er jökullinn og hérna, já, hann er annar jökull og þetta er bara, þetta næri ekki út fyrir öllu þessu drasli hérna. En málið er að það ástæðan fyrir ég nefni 4x4 er vegna þess að þeir voru með endurvarpa hérna upp á Þrándi og samkvæmt Whisky Delta hérna upp á Sauðárkróki að þá heyrðist í einhvernum 4x4 mönnum prófa hérna Þrándarhlíðarfjall endurvarpan okkar og voru eiginlega bara hissa á því hvað komur aðeins langt hérna niður yfir. Og ég hringdi nú í einhver aðeim og þeir voru eitthvað feimnir við að viðurkenna þetta en ég hef nú aðalega forvitið hvað þetta dró. Ég er ekki að skamma á fyrir að vera á endurvarpanum okkar. Þeir með alveg farin á endurvarpanum okkar svo lengi sem þeir bara hafa sín leyfi og allt það. Þá maður alveg guðsværi nota þetta. Það mennur að jeppaferðum hérna út allt og annað. Notið þetta drasl. En sem sagt, já, þeir voru hérna einhvers staðar niðri hérna og voru bara í fínu sambandi og hálf hissa á öllu coverage-inu. Ætla það ekki bara að vera ég með þess að við vorum hana gerðir við setrið. Nó, ert á staðnum. Það var dúndur samband. Já, það ekki. Alveg, Já, ég skal segja þér eina sögu. komum. Ég var í fjarskiptanefnd 4x4 og það er mín sök að setja upp og ganga betur frá sem sagt hérna 4x4-endunum upp á Þrándi, nema ég var eiginlega akkurat að hætta í þessu bulli hérna á sínum tíma þegar hérna hann var settur upp. Þeir sem komu á eftir mér og settu upp loftnetið, fyrsta leið voru með rangt loftnet og öruleið snýrði því vitlaust. Loftnetið sem þeir voru með er svona 2 dípólar á stöng
Nema þú horfðir á loftnetið frá hlið, það tókst eftir að dípóllin, stöngin var hér, dípóllin var ekki hér, hann var hér, alveg ofan í stönginu, bara eitthvað svona langt frá. Og ef þú flettur upp þessum loftnetum, þá er þessi loftnet hannað fyrir hraðbrautir og lestar. Vegna þess að ef þú togar dípól inn að mastri, það sem gerist er það að lópan, ég er svolítið aumur í hendinni, hún dregst inn að framan og það myndar svona áttur til hliðana. Okay? Þannig að loftnetið, ef þú vísar dípólunum áfram, þar er nullið þitt og líka þarna aftur. Stefnan er til hliðana og þetta er notað á hraðbrautum og lestum, þar sem lestin er að koma þaðan og hún er að fara þangað. Það þarf ekkert að kofra neitt annað, þannig að þið vilja fá alla orkuna í þessar 2 lópur. Þannig að þeir fóru þarna upp í timburstöður, snéru dípólunum beint niður yfir. Ég var búinn að reikna út að þetta ætti að draga þetta niður yfir og finnst út í því sem hann, en þeir snéru loftnið yfir, þannig að þeir snéru nullinu niður yfir og kvörtuðu svo í mér að það var illa að reikna hjá mér og illa hannað, það dróð ekki neitt. Það enda með að þeir tókuð allt niður. Þannig að, ok, stundum er þetta að koma skilaboðum áleiðis. Ég veit að þeir eru miklu tæknilega sinnaðri heldur en sumir, skilja þetta betur, en eitt hérna á lokum, ég ætla að sýna okkur hérna fara í myndirnar og... Hvað ertu photoshoppar inn á? Nei, þetta er gömul mynd á internetinu. Eitt verkefni sem við unnum hérna fyrir skátana, Úlfljótsvatn, skátamiðstöð... Nei, þetta opnast á vitlausum skjá. Við erum fá þetta hingað yfir. Svona taka köttin á niður. Þetta er svo... Jésús. Það er önnur upplöst hérna á skjáunum heldur en ég hef annars. Getum við ekki gert svona eitthvað. Þetta. Einhvers staðar hérna er skátamiðstöð Úlfljótsvatns. Þeir hringdu í okkur og báðu okkur endurvarpa. Sögðu þeir voru þreyttir á þessu með talstöðnar sínar að þetta dróð ekki neitt og lítilega ekki innan svæðis. Ég ætla aðeins að summa hérna niður á það sem ég held að Úlfljótsvatnið sé. Má sjá hvað er músi mín. Þannig. Þeir eru ekki hérna einhvers staðar, hérna. Þeir eru hérna. Hér er sem sagt skátamiðstöð Úlfljótsvatn, hérna á þessu svæði. Þeir voru með einhverja 30 pluss báfengstöðvar og þær voru ekki kanallæstar. Þegar ég tók stöðvarnar af þeim, þá fór ég og settist í borð, hlóði hennar rafhlöðuna og stakk í hverju stöðun eftir annar og ég skrifaði niður alla tíðnir sem ég sá birtast upp á skjánum þegar ég kveikt á stöðunum. Þeir voru að nota 40 pluss tíðnir, því það eru 2 rása stöðvarnar. Þeir voru offsettaður 5 kílóið eða 10 kílóið hingað að hanga frá tíðnum sem það átt að vera á og stundum voru þau bara einhvers staðar allt annar staðar á einhverju tíðnum sem það átt að vera alls ekkert að vera á. Þannig að þetta eru bara galopnar báfengstöðvar sem þeir voru að nota. Það var bara víið fá stilta bara einhvers staðar. Það voru ekki kanallæstar. Þannig að og að því þau voru skakkir 5 kílóið eða 10 kílóið þá dróður ekki neitt. Það virkaði þetta hlið hérna og var fínt og svo byrjaði að labba í burtu og hætti þetta að draga út á offsetti í rásum og ýmislegt annað. Fyrir utan það alltaf simplex, það hefur sín takmörk. Þannig að þeir ræddu við okkur og fyrir utan alltaf staðarnar voru alltaf bara orðnar gamlar og þreyttar að búið að naga loftnetin á þeim alveg í spað og batterinn voru dett úr þeim og hleðslutækin voru týnd og eitthvað bla. En það var komið tíma og ég sagði ok, ég skal fara út í hana það. Ég fór og skoðaði 20 pluss sendastaði hér á öllu þessu svæði og gerði dreifilíkuna öllu þessu drasli og mældi allt fram og tilbaka. Og aðalkriterjan var að Úlfljótsvatnssvæðið væri coverað 110%. Næsta takmark var að ég veit að þeir fari í göngutúru hérna í kringum vatnið og annað í kring, þannig að ég vil fá það coverage. Og þriðji en svona algjör aukabónus hafa að reyna að ná Selfossi. Þið sjáu að ég er rétt mistaði. Hann kemur hérna alveg bara akkurat frá mjög. En þetta var besti staðurinn sem að náði sem sagt, mest öllu fyrir þá hér. Þetta var algjör bónus og en náðist ekki. Coverage sem þið eru að horfa á þessu tilfelli er þetta er miðfell. Coverage sem er teiknað hérna er miðað við handstöð, ekki bílstöð. Þeir fengu 12 handstöðar, prógramaðar, kommersiálstöðar og ég genga því á öllu þessu korti, þar virkaður 110%, ekkert vesen. Við fórum hún í alla kjallara og alla bygginga, fórum í undirgöng og alla landskotna þegar við vorum að prófa þetta, virkar 110%.
hvergi dropout, hvergi neitt vesen. Þetta er það sem að við, þegar þú reiknar út og virkilega leggur í hausinn að finna alla staðina og eins þegar eru margir staðir, hvernig þeir passa saman, hvernig cross-coverage á þeim og allt þetta drast. Og þegar reiknilíkunin eru rétt sett upp, ég á reiknilíkuna á FM-i sem sýna sem sagt coverage kannski frá bláfjöllum eitthvað og svo er ég með mæli í bílnum hjá mér og þegar ég er að keyra, ég er með hann stiltan á það að litirnir eru þeir sömu fyrir decibel mikrovolt og hann er bara dead on réttur. Punktarnir á mælunum þegar ég er að keyra einhverja vegina, þeir eru bara nákvæmlega eins og coverage-kortið. Hvað er þessi stæðsning? Þetta er miðfell út við Þingvallavatn. En þetta er rétt skrýður á einn Selfossi. Já, rétt skriðið var mjög á. Þannig að við fellum næst á Írabakka. Já. Litlarhrauni. Örugglega. Nú sjá, hvað er þetta miklu endurvarp? 25 rættir og svo þess? Já, hann er, Er búið að setja það nöð? já, löngu síðan. Búin að vera í gangi í því, í hvað, 4 ára eitthvað? Þetta er endurvarpi. Já, það er bara að fá þetta orfið. Á óvíðinu það? Nei, maður fá fyrir. Já, bara sami ækomment orfið og við erum að nota hérna í okkar dót. Hvað er þetta 25-50 rætt? Nei, hann er 25 watt og hann er kannski 18 watt eftir alla síur og dót. Og kapla á annan stót, út við loftnet. Já, út við loftnet, sko. Svo er kannski, ertu með 2,5 decibel, eða 2,25 í dipólnum, bla bla bla. En, sjá, ég er með hérna, coverage miðfelli hérna. Hérna sjáum við, kortið sem sá áðan var síðan prentað út á stórt blað sem við sáum áðan og hangir hérna inni hjá þeim, þannig að þeir sjá nákvæmlega hvað coverage þetta er. En hér er þetta coverage á þessu korti. Þannig að þið sjáum að ef ég rúlla hérna niður í, býðum við að hlaða inn hérna. Skulum sjá, hér er Úlfljótsvatn. Þetta er svæðið Hvað er endurvarpum sín á hvað fjall? á miðfelli. Ah, Á miðfelli. Og málið er að ef ég get, það sem ég vildi sýna ykkur, að það sést hérna á þessum litla skjávarpa. Hér er miðfell, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta almennilega. Hérna, hann er hérna uppi. Það er ekkert svo hátt. Það er 250 eitthvað svoleiðis. Ekki einu svona kannski. En aðalatrið er að, nú týndi ég mér hérna, já hérna, að þið sjáu að allt Úlfljótsvatnssvæðið er alveg sterk lita. Hins vegar, ef þið farið hérna niður á Úlfljótsvatnið, ferlega er erfitt að hljóta. Ég ætla að slökkva hérna á coveraginu. Það er hérna fjallið. Ef þið farið hérna alveg niður, þá rétt sést í toppinn á því þegar þið farið niður á vatninu. Það rétt kemur hérna yfir, en nóg til þess að búa til þetta perfect coverage. er þetta sendastaður? Já, þetta er sendastaða neðalínur. Er þetta samfell eða er þetta bláfell? Nei, þetta er miðfell. Já, nei, þetta er sem að skrata á þessu nýjum. Þú með? Hvað þá? Já, því sem að það er að kasta niður á vatnið, þetta er Úlfljótsvatn, já. Nei, það er sérst frá miðfelli hérna. Þetta er commercial endorfi sem þeir eru að nota. Já, en svo ertu með þetta geisla frá fjallinu, sko. Þetta var frá fjallinu. Ég skil ekki alveg. Nei, já, það var til liðar. Það sína það áðan. Hvað fjalli? Það var fjall sem er þarna, sem heitir Sandfell eða Bláfell. Já, ég er ekki með coverage á því. Uppsett fyrir þess fyrir lestur. Þannig að ég er bara svona að sýna dæmi um þá commercial vinnu sem við vinnum og til að ljúka því að þá að því að þetta er sko svæðið á Úlfljótsvatni, sem sagt tjaldsvæðið Úlfljótsvatni sem maður baði um þetta og fékk þetta þegar að skátafélagið í Reykjavík kemur hérna og heldur sín mót að þá væla þeir í að fá stöðvarnar því það draga svo fáránlega mikið. Og Úlfljótsvatn eru svo góðir, þeir láta að hafa 6 stöðvar og þeir væla grimmt í mér að fá að tengja bagafengstöðvarnar hann inn. En ég segi bara nei. Benedikt, Takk fyrir. þetta hefur verið gott. Þakka fyrir að segja svo vel frá. Ég heyri af öllu að hann er maður Lifandi frásögn. lifandi frásögn, mjög svo. Má ekki treysta því að þú skrifir örlítið þessi mál í CQTF. Það verður að vera milli jól og nýjórs. Já. Og þá á þessu ári, sko. Ekki næsta ári. Er ekki rétt að klappa fyrir svo Klappa fyrir honum. Ég ætla að láta einhverja myndir rúlla hérna á eftir. Takk fyrir.
ekki hinn hendina. Jú, líka. Að skáta yfir. Skáti, sko. Kæra þakki fyrir kvöldið. Hann verður áhrifmann Benedikt og notið tækifærið og heyrið aðeins í honum. Kæra þakkir. Takk sömuleiðis. Takk fyrir mig. Ég var með katalóg með